það svo surrealistisk að hugsa út í það að BBC byrja að fjalla það að nú sé það örugt fyrir karla sem í mömmuleik að gefa börnum að brjóst. Og þetta náttúrulega apa svo aðri fjölmiðlar uppi vegna þess að þeir treysta á BBC. Og svo náttúrulega í kjölfara á því, á þess að ég fari í eitthvað nákvæma tímalínu, en það eitthvað ástæða bak við að samtökin 78 til dæmis vildu kæra mig til lögreglu fyrir að gagnrýna karla sem vilja gefa börnum að brjóst, skilurðu. Það getur vel verið að samtökin 78 hafi bara verið að styðjast við upplýsingar BBC að þetta sé nú bara allt í lagi. Hvað veit ég, skilurðu? Þannig að þetta fennelast niður og þetta skipti máli, en svo þegar þetta var dregið tilbaka af breskum heilbrigðisyfirvöldum að þetta væri ekki svona, þetta var bara aktivista gjörningur að þessu var lekið inn til BBC að þetta átti aldrei minna einu rök að styðjast. Hvernig minnur það með brjóstakjöf? Já. Þetta kom bara frá NHS Trust í Sussex og Sussex náttúrulega það sem Brighton og það náttúrulega allt morandi í alls konar hinsegin fólki þar, skilur við, og aktivistum. Þannig að þetta kemur þaðan, fer inn á BBC prumpar þessu út og allir byrja að apa þetta upp og svo náttúrulega þetta leiðrétt og bresk heilbrigðisyfirvöld biðjast afsökunar. En hvar kemur leiðréttingan á BBC? Hvar kemur leiðréttingan á RÚV? Hvar kemur leiðréttingan á Pink News? Hún lætur ekki sjá sig. Þegar var verið að rétta í málinu mínu gegn Bergsteini Sigurðssyni og RÚV. Það ætlaði RÚV að ná okkur svakalega högga á mér með þetta skjáskot í höndunum sem samtökin 78 höfðu kært mig til lögreglu sem ég gagnrýni með brjóstagjafir karla. Þarna átti að reyna að búa til eitthvað svona karakter þú veist að ég fengi minn karakter eða eitthvað. Þannig að það var svo surrealistisk að þurfa að setja í réttasal niður í héraðsdómi og bara standa með þeirri skoðun, eða þetta ekki skoðun, þetta staðreind, að karla geta ekki gefið á brjóst og þeir sem vilja gera það að gera það einhverjum annarlegum hvötum, skilur því að það ekkert sem sýnir fram á að þetta sé hægt. Ekkert sem gerir fyrir barnið. En bara það að þurfa að hafa gert þetta í íslenskum réttasal. Það er brjáluð upplifun, skilur við. Þú veist, núna vann RÚV þessa umferð gegn mér í héraðsdómi sem ég náttúrulega, við vissum það náttúrulega fyrirfram að það myndi gerast en þeir unnu sem sagt á því að það mætti gera þetta vegna sem ég væri opinber persóna en ég ekki alveg tilbúin að kynkja því vegna þess að ef ég fæ ekki að vera þessu opinbera persóna sem þið ætla svo að nota til að skýla sér á bakvið. Þú veist, vegna þess að ef ég er opinber persóna, þá hefði náttúrulega RÚV einhvern tímann átti að hafa boðið mér plattform að útskýra mín eða okkar sjónarmið, en það hefur aldrei verið gert. Þeir hafa aldrei tekið viðtal við þig? Aldrei tekið viðtal við mig, ekki nokkur. Þetta er búin að vera formaður samtakana 22 og stofnun og LGBT-teymið og ég er búin að eiga fundi með landlækni, fundi með þingmönnum, búin að vera í framboði fyrir stjórnmálaflokk, þú veist. Þannig að þetta er alveg með ólíkindum. Það er bara mjög merkilegt út af þessi að þú hefur aldrei verið til viðtal. Ég held að ég sé bara á einhverjum bannlista hjá Og ég meina, þú ert búin að vera viðfangsefni þeirra í ótal þáttum sem að talað þig. Já, bæði sínmiðlarnir og RÚV, þeim finnst voðalega auðvelt að tala mig en ekki við mig. Og ef þeir vilja setja eitthvað fram mig, þá var ekki haft samband við mig eða beðið nein viðbröð við einu eða neinu. Og þegar ég hef skrifað tölvupóst og beðið rétt til andmæla eða boðið þeim að koma í viðtal, þá er því ekki svarað. Það vekur upp óhug hjá mér að þrátt fyrir að við reyndum að afhjúpa W-pað hérna á Íslandi og við, þú veist, vorum hérna Michael Schellenberger, Stella O'Malley og fleiri sem boðum til blaðamannafundar í Reykjavík þegar W-skjölin voru afhjúpuð að engin meginstöðs fjölmiðl kom, við vorum boykottuð af Stöð 2, af RÚV og annað. Hefði til dæmis RÚV og stóru miðlarnir farið og kafað ofan í kjöluna á W-passkjölunum, þá hefði það verið stórfrétt
að forseti WPATH hafa verið ráðin hingað sem yfirlæknir á Landspítalanum.